þar að segja ég er með próf frá Brynjari Níelsinni þegar það kemur að lögfræði og það nú ekki vont próf skal ég segja og miklu betra en BS próf í lögfræði. Það eitthvað skrítið ef að það grunnur fyrir starfi verkalýðsfélaga að þvinga fólk að vera í viðkomandi félagi. Hið opinbera hefur einhvern veginn tekið að sér að leiða launaþróunina sem galið. Einhverju ömurlegustu þing sem þú setur eru þetta afkastamikil þing. Talandi frelsi, frumvarp Jóns Gunnarssonar. Ef að Gunnar Smári Egilsson þið dómsmálaráðherra. Já, ég meina og það raunverulega nei, og þetta ekki grín, ég meina út af því að eftir því sem að þú hefur meira öryggi þá getur við verið að skerða niður á frelsinu og eftir því sem minna öryggi þá getur við fengið meira frelsi til að gera ákveðna hluti. Lofum íslensku launafólki að njóta þess frelsis að taka ákvörðun hvort það vilji vera í félagi eða ekki. Ríkisvaldið, ríkið, fjárveitingavaldið, ríkisstjórnin, Alþingi eru að eyðileggja möguleika okkar til þess að ná hér skynsamlegum kjarasamningum vegna afskiptasemi og loforða að gera hitt og þetta og allt fyrir alla einhvern veginn. Ég fæddur í bakari, ég eini sætabrauðstrengurinn á landinu, raunverulegur. Jæja, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin til minn hann Óli Björn Kárason. Óli, verður kærlega velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, bara endilega. Og bara takk fyrir að koma. Ég hef náttúrulega ætlað að fá því svolítið tíma en mér þótti pistill sem ég fekk sendan mjög áhugaverður og fannst það bara vera kjörið tækifæri til þess að loksins fá þig. Og hann félagafrelsi. Og það það sem við ætlum að ræða í dag. Okay. Hvað félagafrelsi? Því að fólk almennt áttar sig ekki á þetta snýr að þessar stéttarfélögum. Hvað svona að þínum mati félagafrelsi? Já, það rétturinn til að stofna félag, það rétturinn til að vera í félagi, en það líka rétturinn að vera ekki í félagi. Rétturinn til þess að taka sjálfstæða ákvörðun það hvort þú ætlir að vera í einhverjum ákveðnum félagskap eða ekki. Án þess að vera þvingaður til þess annars vegar að löggjafanum og hins vegar af einhverjum öðrum svo sem eins og ákveðnu verkalýðsfélagi eða jafnvel atvinnurekanda. Félagafrelsið, þessi grein sem þú ert að vitna til sem ég skrifaði að ég hef í mörg ár skrifað vikulega í Morgunblaðið fjallaði fyrst og síðast félagafrelsi á vinnumarkaði. En það auðvitað líka önnur atriði sem koma þar inn í. Við höfum á undanförnum mánuðum í þingflokki Sjálfstæðisflokksins verið að fara í gegnum þessa hugmyndafræði sem liggur að baki félagafrelsinu sem tryggð síðan í stjórnarskrá með sama hætti og málfrelsi og gert skoðanafrelsi okkar. Ég meina þetta allt órjúvanlegur hluti þess að búa í frjálsu samfélagi. Í 74. grein okkur tryggt félagafrelsi en það segir líka að það sé réttlætanlegt eða geti komið til vegna almannahagsmuna að menn séu þvingaðir til að vera í félögum og það eru þá fyrst og fremst félög sem að við gætum rætt læknafélagið og eitthvað slíkt en í þessari grein ég fyrst og síðast að horfa á stéttarfélögin. En þetta áður við í rauninni allan félagskap. Punkturinn þessi. Það þurfa að vera mjög sterk rök færð fyrir því ef að löggjafinn tekur ákvörðun það að þvinga einhvern aðila til þess að vera í einhver ákvörðun félagi, þá verða að vera mjög ríkir almannahagsmunir fyrir því. Þeir almannahagsmunir ekki til staðar þegar að kemur að til dæmis verkalýðsfélögum. Þeir almannahagsmunir ekki til staðar
hvað ég fæ sé til dæmis að þvinga lögmenn að vera aðilar að lögmannafélagi Íslands eða félagar, ekki frekar en að þvinga fastegna sala að vera í félagi fasteignarsala sem ekki, þeir eru ekki lögþvingaðir til þess. Þannig að, og þetta er auðvitað, þetta er, við höfum því miður verið dálítið sofandi í þeim efnum að vera hér félagafrelsið. Við höfum ekki sinnt því með sama hætti og til dæmis nágranna þjóður okkar hafa gert, Danir, Normenn, Svíjar og svo framvegis. Það er að segja að tryggja fólki réttin til þess ekki bara að stofna félag heldur að standa utan félags, kjósi það svo. Ef að það telur hagsmunum sínu betur borgið hérna með þeim hætti að þá hafi með rétti þess. Nú er það þannig hér að í orði er félagafrelsi þegar að kemur að verkalýðsfélögum en á borði er það ekki, og það er vegna þess að atvinnurekendur og verkalýðsfélögin hafa komið sér saman og í stutt að lögum svokölluð forgangsréttar ákvæði í kjarasamningum. Það er að segja að félagsmaður í verkalýðsfélagi á viðkomandi atvinnusvæði gengur fyrir þegar að ráðið er í störf og skal líka sitja fyrir ef til uppsagna kemur, þá skal segja utan félagsmanni í raunu upp á undan félagsbundum. Auk þess er það þannig að sá sem kýs að standa utan stéttarfélags er enga síður þvingaður til að greiða í viðkomandi stéttarfélag, nýtur engra réttinda vegna þessar ákvörðunar sinnar, þráttur er að greiða félagsgjöld, hann nýtur engra þjónustu, hann nýtur ekki stuðnings ef til verkfalls kemur, hann er hins vegar knúinn af verkalýðsfélaginu sem hann er ekki í að leggja niður störf og hann hefur ekki þau réttindi sem að sjúkrasjóðir verkalýðsfélagina eiga að tryggja launafólki. Já, þetta er reyndar það sem mér fannst magnaðast í pistlinum var þetta með forgangssáttmáli, heitir það? Nei, forgangsréttur að forgangsrétt, já. Og svo sagt að einmitt að þú þurfir að greiða í lífeyrissjóðu en njóta sem þetta ekki réttinda. Það er að segja að þú ert þvingað til að greiða fyrir þjónustu sem þú mátt ekki neyta. Já, þetta er, annað er lífeyrissjóður sko. Nú er ég að tala um hérna verkalýðsfélögin, svo getum við rætt lífeyrissjóðuna sem er hangir að... Sagði ég lífeyrissjóður? Já. Nú, afsakið, já, nei, ég var að tala um stéttarfélag. Já, ok. Nei, það er rétt að vera örugglega, það geti vel verið að hafa sagt greiði fyrir lífeyrissjóð. En það er þetta verður til þess að félagafrelsis ákvæðið er ekki virt með þeim hætti sem að á að vera samkvæmt, ef þú bara lest stjórnarskrána og ég er einn af þeim, þó ég sé ekki lögfræðingur og þá hefur nú, ég er með BN-pró í lögfræði, það er að segja ég er með próf frá Brynjari Níelsinni þegar það kemur að lögfræði og það er nú ekki vont próf skal ég segja og miklu betra en BS-próf í lögfræði. Stjórnarskráin er alveg skýr, það ákvæði er hins vegar ekki virt og við þurfum að stíga þessi skref að tryggja með lögum svo kallar neikvætt félagafrelsi, það er að segja réttin að standa utan félag á vinnumarkaði sem og annar staðar nema ríkir almannahagsmunir krefji og við munum í þingflokki Sjálfstæðisflokksins innan tíðar leggja fram frumvarp þessa efnis þannig að íslenskt launafólk standi jafnfætis við félaga sína í Noregi, í Danmörku, Svíþjóð, í rauninni í flestum löndum sem að við berum okkur saman við. Hvernig er hljómurinn í ríkisstjórninni? Ég gleymdi nú að kynna til leiks, þú ert náttúrulega alþingismaður Sjálfstæðisflokksins og pabbi Kára, gamla vina míns, hann á Nesinu. Já. En já, eins og segi, því Sjálfstæðisflokknum og kannski mögulega fyrirsjáanlegt að einhverju leyti, en hvernig er hljómgrunnurinn hjá Framsókn og VG? Var þetta mál?
Þú lítur að hafa nefnt eitthvað við þau og Já, ég meina sjálfsagt eru þar skiptað skoðanir. Eitthvað segir mér að vinni mínir í VFG sé ekki hoppandi kátir og allt í lagi með en það er þá mitt að samfara þá ágæti þessa. Framsóknarflokkurinn sjálfsagt eru skoðanir þar skiptar. Á þess ég ætla að leggja þeim eitt eða neitt. Þetta þetta frumvarp sem að þingflokkurinn en ekki ríkisstjórnin leggur fram og verður innan nokkura daga. Og þetta þetta hluti af því sem að við sem þingflokkur þurfum að vera að gera. Það að segja, við þurfum að ryðja brautina fyrir svona frelsismál eins og þetta, vegna þess að þetta frelsismál fyrst og síðast. Og það kann að vera að í fyrstu atrinu takist það ekki, en það mun takast. Hvort það tekur 1 ár eða 2 tilraunir eða 3 tilraunir, það veit ég ekki. En hvað sér það fyrir þér að gera? Hvað liggur fyrir í þessu frumvarpi? Er það þá bara fólk þurfi þá ekki að greiða í sjóð ef það kýs að gera svo ekki, en er það eitthvað fleira sem að einhver fleiri réttindi sem að þið ætla kannski að gera fyrir jafnvel félagsmenn sem eru nú þegar í stéttarfélögum? Já, ég meina, sko, nú þetta þannig. Þú ert atvinnurekandi og þú ert að ráða mig í vinnu og þegar þú borgar mér út laun, þá ræður ekki einu sinni við mig það hvort ég vilji vera í stéttarfélagi. Þú tekur í rauninni ákvörðun það á grunni einhvers kjarasamning sem ég kom ekki að og í rauninni ekki þú heldur, en það þú vinnur, þitt fyrirtæki vinnur á grundvelli þess kjarasamnings og ég skráður í Eflingu eða ég skráður í VFR og ég hef engan áhuga á því og þú dregur af mínum launum 1% af launum mínum og ef ég vinn hjá þér í 10 ár þá 1% í 10 ár í hverjum einasta mánuði og enginn spurði mig og ég raunin enginn spurði þig heldur, en þú ert orðin innheimtustofnun fyrir verkalýðsfélagið. Ég tek síðan ákvörðun það að vilja ekki vera í þessu félagi, að þá enga síður tekja af mér af laununum áfram inn í félagið og ég nýti engra réttinda. Þetta verður tekið af. Er einhver mótstaða innan stéttarfélagana gagnvart þessu frumvarpi? Já, sjálfsagt mótstaða hjá einhverjum innan stéttarfélagana. En sjá þau ekki bara ef ég ekki að njóta réttinda, þá hljótur að vera að ég þurfi ekki að greiða fyrir það. Ég held líka sko að þetta muni styrkja verkalýðsfélagin. Ég held að muni styrkja þau, ég meina það mun kannski fækka einhverjum skráðum félögum, en það mun styrkja þau að því leiti að félagsmenn verða alveg örugglega virkari vegna þess að þeir fara átta sig á því að það sjálfstæð ákvörðun þeirra að vera í félaginu og þegar þú tekur ákvörðun að vera í einhverju félagi þá ertu miklu líklegri til þess að sína starfi félagsins og þeim hagsmuna baráttumálum sem það að vinna áhuga og leggja því lið og það getur vel verið í einhverju tilfellum sé það óþægilegt fyrir einhverja forystmenn í einhverju verkalýðsfélagi en verkalýðsfélögin sem slík munu styrkjast, ég algjörlega samfærður það, en það eitthvað skrítið ef að það grunnur fyrir starfi verkalýðsfélaga að þvinga fólk að vera í viðkomandi félagi. Ég ætla að gera þetta aðeins erfiðara fyrir þig. Sko, núna eru, eins og þú vel veist, eru Sólveig og Ragnar Þór að fara að taka líklega við ASÍ og það sjálfsögðu eru allir atvinnurekendur og svona öfga frjálshyggju hægri menn að pissi í buxunar og núna kemur þú hérna svaramaður þessara frjálshyggju ítaka samtaka atvinnulífsins, þú vilt bara að þau haldi áfram að greiða fyrir þína kosningabaráttu og þú mætir hérna og segir mér að slærið einhverju ryki í augun á mér, eitthvað öskarandi frelsi og ætlar að fara að sporna við því að pólsk kona sem að mætir til atvinnurekanda, veit ekki neitt, getur verið sannfærða atvinnurekandanum að færa ekki neitt félag til þess eins að atvinnurekandi getur bara notað hana á lúsarlaunum og með engin réttindi og þú mætir hérna og segir já það er út af því að hún er svo frjáls. Hvað segir hann þetta?
Nei, sjáðu. Það eru hagsmunir samtaka atvinnulífsins eða aturreikanda samtakana að hafa sem fæsta viðsemjendur. Það eru hagsmunir atvinnureikanda að hafa þetta fyrirkomuna. Þeir hafa tekið ákvörðun það í samstarfi við verkalýðshreyfinguna á undanförnum áratugum að haga þessum málum þannig. Þannig að ég er ekki að fá mikið hrós úr ranni forystumanna samtaka atvinnulífsins þegar ég tala með þeim hætti sem ég geri. Ekki frekar en þegar ég tala fyrir því að fólk fái raunverulegt, launafólk fái raunverulegt valfrelsi í því í hvaða lífeyrissjóð það greiðir hérna iðgjöldin sín og í hvaða lífeyrissjóð mótframlag atvinnurekandans fer. Þannig að hérna fólk sýni með ákvörðun sinni hverjum það treystir til að ávasta einhver mikilvægustu fjármunni sem það leggur til hliðar til hérna eftirlauna árana. Það er ekki mjög vinsælt meðal mjög margra atvinnurekanda þetta viðhorf og ég hef tekist á í áratugi við suma og forystumenn atvinnulífsins í því. En þetta er hérna hjartansmál. Ég trúi því að ef að fólk er sem frjálsast og beri ábyrgð sem mest, þá sýnir það aukin áhuga á því sem þeir að gera, meðal annars fer meiri áhuga á því að leggja sitt að mörkum þegar að kemur að kjarabaráttu, vegna þess að verkalýðsfélög eru mikilvæg. Þetta er ekki til að grafa undan vegna þess að ég er sannfærður þetta mun styrkja þau. Það eina sem ég er að segja, fólk verður, og sjáðu ef þú leyfir fólki til dæmis að velja lífeyrissjóð, að hérna lögum samkvæmt ber á öllum að greiða inn í samtryggingarsjóði og það er skynsamlegt og það er rétt og við höfum að standa vörðum það kerfi. En við höfum að lofa fólki að velja þann lífeyrissjóð verslunumanna eða gildi eða frjálsa lífeyrissjóðan en eitthvað. Skiptir ekki máli. Það sem mun gerast auðvitað er að aðhald að lífeyrissjóðunum mun aukast. Umræðu lífeyrismál og réttindi mín í viðkomandi lífeyrissjóði mun aukast. Ég mun fara að hafa skoðun á því hvernig mínum lífeyrissjóði er stjórnað vegna þess að ég tók ákvörðun að vera í þessum lífeyrissjóði en ekki einhverjum öðrum. Þetta mun örugglega leiða til þess að þeim mun örugglega fækka vegna þess að það verður ákveðin hagræðing en það verður meiri samkeppni og lífeyrissjóðir fara að keppast að bjóða fólki að vera í viðkomandi lífeyrissjóði og þjónustu þeirra mun batna og svo framvegis. En sko Íslenskt launafólk mun hagnast meira á því heldur en nokkrir atvinnurekendur. Sko ég er sammálaður en ég veit að það er fullt af fólki sem er ekki sammálaður og ég ætla að reyna svona að vera málsvari þeirra. En það er ekki gaman að hrærast í umhverfið að þjóðfélagi það sem allir eru sammála vegna þess að það leiðir okkur á mjög hættulega brautir. Hjartanlega sammála, en hérna ég er trúnaðarmaður minns vinnustæðar fyrir hönd stéttarfélags, þannig að ég mun örugglega að segja eitthvað en þá bara rekaðu mig, það er svo sem alltaf læg. En hérna, sko, ég hef verið, eins og ég segi, ég er örugglega að segja eitthvað sem ég má ekki vera að segja, en það er alltaf læg. Ég er örugglega, sko, ég hef verið fyrir hönd starfsmanna að aðstoða þau við kjaramál. Og ég þekki þetta 92 blaðsina skjal mjög vel núna hjá Reykjavíkurborg, það segja þessi lífskjara samningar sem voru að mínum mati klúður út af því að þeir gerðu það var sko, ég var í miklum e-mail samskiptum út af því að ég gerði Excel skjal þar sem ég reiknaði ákveðna forsöndur og hvaða áhrif þetta myndi hafa laun til þess millistjórnanda miða við lægri launuðu og fleira þess áttar og ég sagði við þau að þetta skjal er ekki í samræmi við þá kjarasamninga sem við erum bara að samþykja og ég fekk bara svona þau bara svona dustuðu af sér en sagði í rauninu bara að þetta væri ekki rétt hjá mér og ég sagði ég lofa ykkur, ég miða við reikningsforsendunar þá er þetta skjal að fara að koma niður á launafólki sem það svo gerði og nú er allir einmitt eins og segi millistjórnandi hjá Reykjavíkurborg mjög pirraðir út af því að þetta var það klúður sem ég gerði ráð fyrir að væri en ég var í e-mail samskiptum við forsvarsmenn BSRB og hæstu tinda þar og það var bara ekki hlustað á mig en hérna sko
En að vanþekkingunni, ég veit sko að ástæðan fyrir því að fólk kemur til mín út af því að ég þekki þetta skjal betur en þau og þar af leiðandi ég líklegri til þess að geta varið þau gagnvart einhvers konar broti sem að yfir maður, það svo sem ekkert mikið verið að brjóta það sem ég en ef að það eitthvað sem á ská við samningin, það aldrei að fara að gerast ef að þú ert komin, ef þú setur þetta allt í háa loft þar sem að fólk þarf bara svolítið að vera svona þeir eigin einstaklingar innan hversu vinnustæðar og þurfi bara að vita sín réttindi. Það þarf að vera einhvers konar umgjörð eins og trúnaðarmaður sem að raunverulegt allt til þess að geta komið til móts við kröfur þessa starfsmanns gagnvart vinnuveitandanum. Ég ekki ánema það sko. Nei, ég bara að segja lofiði fólki, treystiði fólki til þess að taka ákvarðanir í samræmi við þá hagsmuni sem það hefur. Ég alveg samfærður það að íslensk launafólk muna yfirgnæfandi meirihluta átt að sé á mikilvægi þess að vera í ákveðnu stéttafélagi. Það kann hins vegar vel að vera að einhverjum töluverðum hópi launafólk, starfsmann mislíki við og séu ósammála stefnu forystu viðkomandi verkalýðsfélags, ósammála meirihluta verkalýðsfélagsins og af hverju má þetta fólk þá ekki taka sig saman og stofna annað félag til að gæta sinna hagsmuna. Hvað að því? Og hvaða aðhald halda menn að það komi að því að fólk þarf að taka ákvörðun hvort það vilji tilheyra stéttarfélagi. Ég held að muni auka kröfurnar og gera það líklegra að forystumenn verkalýðsfélaga og þjónusta verkalýðsfélaga, þetta ekki bara forystan heldur bara starfsemi verkalýðsfélagsins, sé nær þörfum fólks sem í félaginu vegna þess að þú ert allt í hennu komið með virka félagsmenn, meira segja félagsmenn sem eru líklegir til þess að taka þátt í kosningum stjórn og forystu verkalýðsfélagsins sem að umboð þessara verkalýðsforystu í mörgum tilfellum í besta falli mjög takmarkað. Mjög takmarkað. En ég velti fyrir mér sko, ertu ekki að taka smá stökk þarna á milli ákveðna forsenda? Því að ég meina sko eins og þú veist þá náttúrulega ófyrirsjáanlegar afleiðingar langt mikilvægast til hlutin í svona ákvarðanatöku og þá velti ég fyrir mér til þess að ég held að ófyrirsjáanlega breytan í þessu tilviki að þú ert að gefa þér að fólk muni endilega verða eitthvað með einhver rosa vitundavakning í kjölfar þess að þau geti stofnað sitt eigið félag eða farið úr félagi. Ég held miklu frekar að þetta verði það að atvinnurekendur sannfæri fólk eða jafnvel skeri það skilyrði, svona óljósu skilyrði. Þeir geta það ekki. En þeir geta sagt, það kemur pólsk kona í leitað vinnu í ræstingum og hann segir við henni að það miklu skynsalara fyrir að vera utan stéttarfélags og svo vinnur hún þar í 2 ár og hann segir henni upp án fyrirvara og hún har engin réttindi. Það enginn að fara að segja með það að hún verði hluti af einhverju vitundavakningu, þú veist, verandi búin að vera henni í 2 ár, talar málið ekki og kannski lélega ensku. Ég meina það mjög erfitt fyrir hana, þú veist, það önnur hlið á þessum pening. Þá hlýtur viðkomandi verkalýðsfélag að hafa hagsmuna því að gera það eftirsóknarvert fyrir viðkomandi konu að koma í félagið. Þá orðið sérstak þá þarf verkalýðsfélagi að hafa rauninni dálítið fyrir því að samfara viðkomandi konu og það ætti ekki að vera erfitt ef að þessi staða væri að koma upp. Ég bara spyr á móti, eru menn að halda því fram virkilega að staða launþega í Danmörku, Svíþjóð og Noregi sé lakari, réttindi þeirra lakari gagnvart atvinnurekendum heldur en hér á Íslandi? Ég bara að segja, við veitum íslensku launafólki sömu réttindi og félagar þeirra njóta í þessum löndum. Og nota bene, við höfum undirgengist líka alþjóða samninga, meðal annars undirrita mannréttinda sáttmála Evrópu. Framkvæmd íslenskra vinnulöggjafar, það sem ekki tryggt félagafrelsi í raun, bara í orði, ekki í raun,
þver brýtur þennan mannréttinda sáttmála. Já, það er endar, þú kemur inn með þinn að það er pislinum, ég held að sé 11. grein mannréttindasáttmála Evrópu sem að þetta mitt brýtur á að þú hafir ekki þetta valfrelsi. Já. Og Danir voru dæmdir fyrir að brjóta þessa grein og þeir breyttu lögunum í þá átt sem að ég er að tala að við eigum að gera árið 2006 og danskur vinnumarkaður hrundi ekki sko. Af hverju ferð ekki, þú ferð ferð Gucci sólgleru með honum og þið mætið saman hana upp í mannréttindadómstól Evrópu og í rauninni takja þess á Íslandi. Af hverju ferð ekki þá leið frekar en að gera þetta svona? Það þarf íslenskan launamann, einhvern félagsmann í Vaffer eða Eflingu eða hvaða verkalýðsfélagi sem til þess að höfða það mál og það getur vel verið að það gerist einhvern tímann, ég ætla ekki að útiloka það en ég er bara sannfærður það líka að þegar að við stígum þetta skref þá verður líka íslenskur vinnumarkaður miklu heilbrigðari. Það verður miklu heilbrigðari þegar að launafólk er ekki fórnarlamb samsæris, ég nú ætla að nota það orð og það er ekki menn með ekki miskilja það orð núna í þessu samhengi samsæris sem á sér stað við samningaborð, atvinnurekanda og verkalýðsfélaga og það er stutt með íslenskri vinnulöggjöf. Það sem í raun félagafrelsi er afnumið. Og ég ætla bara að hoppa upp á borðu og segja nei, kalla mínir. Hér verði þið að segja gott heiti, sko. Hvernig sér þetta sko, en hversu langt á þetta mál að ganga? Ég meina, ég velti fyrir mér til dæmis þegar ég sækjum vinnu hjá til að mynda Reykjavíkurborg og mér er búið að fara í ákveðið stéttarfélag. Myndirðu þá halda þig fram að þú ert félagalaus þangað til að þú skráir því í félag eða finnst þér að það ætti að vera þannig að fylgja ákveðinu stéttarfélags þegar þú getur síðan sagt þig úr því að það er stóru munur þannig á milli því að flestir náttúrulega, neða margir veit ekki einu sinni í hvaða stéttarfélag þeir eru og þar að leiðandi myndir þeir örugglega ekki vera að spá í því á þeim tíma myndir þú vilja halda þig þannig að þú ert félagalaus þangað til þú tekur það ákvörðun eða hvort þú takir það ákvörðun og þar að leiðandi þetta félagalaus meginatriði, það getur verið tæknileg útfærsla, meginatriði er þetta að lágmarki verður að tryggja það að fólk sem er að greiða til verkalýðsfélag en stendur utan við það njóti lágmarksþjónustu hjá verkalýðsfélagi og það kann vel að vera að það sé rök fyrir því að verkalýðsfélag og ákveðnu vinnusvæði að það sé launamaður sem er ákveður að standa utan þess félags að hann þurfi enga síður að greiða eitthvað lágmarksgjald út af þeirri réttindabaráttu sem að verkalýðsfélagi stendur í en það gætir það þá hagsmuna hans. Það kann að vera að það verði einhvers konar málamiðlun. Meginatriði er bara lofum íslensku launafólki að njóta þess frelsis að taka ákvörðun hvort það vilji vera í félagi eða ekki. Raunverulegt frelsi til þess. Veitu þeim sömu réttarstöðu samkvæmt íslensku lögum og stjórnarskránni og félagar þeirra að njóta á öðrum Norðurlöndum. Þá veldi ég fyrir mér hvað finnst þér, ég gerir ráð fyrir því að þér þykir þetta mjög mikilvægt mál og sérstaklega það kemur að vinnumarkaði, en hvað þykir að vera svona mikilvægasta málefni sem að svona spornar við því að vinnumarkaðurinn getur unnið eins vel og hann myndi gera ella? Já, fyrir eftir hvenar þú spyr mig. Ég er ekki viss að svarið sé það sama í dag og ég gæti hugsanlega þurft að segja eða svara eftir 2-3 mánuði. Eitt stórt vandamál á íslensku vinnumarkaði undanfarin ár er það að hið opinbera hefur verið í rauninni tekið fórustu í launabreitingum.
það gengur ekki. Það eitrar allan vinnumarkaðin. Launaþróunin á Íslandi, öll, hjá henni opinbera og almennu vinnumarkaði verður að byggjast á forsendum almenna vinnumarkaðarins, utan opinbera kerfisins. Og við verðum að fara að læra það að við getum ekki hækkað laun meira heldur en svona atvinnulífið í heild hefur burði til að standa undir. Við höfum haft algjör endaskipti á því hvernig við stöndum að kjarasamningu hér á Íslandi. Ef við berum okkur sama við Norðurlöndin, og ég get alveg deilt það hversu góð fyrirmynd þau eru, í sömu eru þau mjög góð fyrirmynd. Fyrir utan þetta að hið opinbera hefur einhvern veginn tekið að sér að leiða launaþróunina sem galið og leiður okkur út á villigötur, að þá höfum við almennt fylgt þeirri furðulegu stefnu að við fremur semjum lámars hækkun launa í staðan fyrir eins og minnst okkur í Svíþjóð, að þá koma aðilar vinnumarkaðarins saman þar að segja verkalýðshreyfingin í heild og atvinnurekendur hámark þeirra launa hækkana sem að efnahagslífið þolir, og undir því þaki síðan samið, og getur verið samið það að nú að laun hinna lægri launuðu skulu hækka hlutfallslega meira, og svo framvegis það þýðir að þeir sem betur eru settir fá þá minna, sem að hefur að einhverju leyti tekist hér á undanförnum árum, meðal annars í lífskjarasamningunum að því leyti. En við höfum aldrei borið gæfu til þess að koma okkur saman samfélagið okkar, atvinnulífið, þolir ákveðna launaþróun hér næstu 12 mánuðina, næsta 24 mánuðina, og launin þurfa að hækka í samræmi við það, og svo semja menn inn undir því þaki. Við erum alltaf með gólf og svo höfum við ekki þak, og svo erum við hissa þegar við lendum í einhverju vandræðum. Þetta eitt stóri kallinn. Já, þannig að... Og svo auðvita. Eftir 2-3 mánuði mun ég svara þær pínlítið öðru sér. Já, og þá mun ég segja. Kemur eiginlega mjög mikið óvart að frjálshyggjumaðurinn sem þú ert að skattar hafa ekkert komið inn í þessa ræðu. Nei, við erum svo skulum við tala nefnilega skatta og fjárhagslegt sjálfstæði fólks, sem eitt grundvallar atriði í að tryggja frelsi einstaklingsins. En eftir 2-3 mánuði óttast ég að ég þurfi að gefa þér pínlítið öðruvísi svar heldur en ég að gera núna, vegna þess að ég mun segja, ríkið, fjárveitingavaldið, ríkisstjórnin, alþingi eru að eyðileggja möguleika okkar til þess að ná hér skynsamlegum kjarasamningum vegna afskiptasemi og loforða að gera hitt og þetta og allt fyrir alla einhvern veginn og svo framvegis. Þetta nefnilega, en ég verð nú að stríða aðeins fyrir þetta svar, því að þið eruð ríkisstjórnin, þið eruð með fjármála og hvað finnst þér það? Komdu nú með eitthvað skot á Bjarna? Nei, ég kem ekki með skot á Bjarna en sjáðu, ég að segja það landlægt, og að stjórnmálamenn hafa, ég ekkert undir að skilja sjálfa mig í því, hafa tilhneigingu til þess að reyna að bjarga málum sem þeir eiga ekkert að vera að reyna að bjarga, reyna að koma einhverjum aðilum, atvinnulífinu, atvinnurekendum eða launþegum eða hverjum sem svona taka einhvern hluta af ábyrgðinni af þeim. Þeir eru að reyna að ná kjarasamningu, að þá eru gefin loforði að vilyrði að hækka húsnæðisbætur, hækka barnabætur, koma til móts við einhver hópa með einhverjum ákveðnum aðgerðum og svo videre, sem þýðir auðvitað að þegar að
forusta verkalýðshreyfingar eða verkalýðsfélagsins sest niður og að semja við atvinnurekandann, að þá eru þau alltaf líka að gera kröfu á ríkið í staðan fyrir að koma sér saman og ná kjarasamningi sem byggir á þeirra eigin forsendum, að þá er ríkisvaldurinn alltaf að blanda því og við erum svo kátt og glöð að við viljum allt fyrir þau gera til að leysa þeirra vanda. Og þetta er mjög hættulegt þróun. Það er mjög hættulegt að ríkið séu orðin með óbeinum hætti einhver samningsaðili, svo koma þeir, atvinnurekendur og verkalýðshreyfingin til inn á þing eða til ríkisstjórnarinn og segja að við erum búin að semja en þið verður að gera þetta. Þetta er alveg forsenda þess að við náum kjarasamning og þá hlaupa menn upp til handa og fóta, enda búin að gefa í skyn að það sé hægt að gera alveg ýmislegt og gefa viljur fyrir hinn og þessu. Ábyrgðin verður minni á kjarasamningunum fyrir vikið. Það er alveg hjartanlega sammálaður og þetta farið mjög mikið í taugarnar á mér í sambandi við svona ívilnanir og vilyrði stjórnvalda gagnvart einmitt atvinnulíf. Þau eru alltaf annarkvort að reyna að bjarga neytendum eða reyna að bjarga þeim sem er að framleiða, eða það er að segja atvinnurekendum og það enda á því að klúðra báðu. Og þetta er alveg magnað, það er einmitt eins og þú segir að stjórnmálamenn, og þetta er annað podcast í rauði, ég sagði þetta líka senast með Jakobi Bjarnari, framsóknarmenn eru alveg rosalega duglegir í að telja sig vera miðpunktur alheimsins í því að reka samfélagið. Það er að segja að þeir þurfa alltaf að vera með puttana í öllu. Ef eitthvað gerist þá þarf annarkvort að taka skatt af því eða niðurgreiða. Og það er annarkvort alltaf. Og það er ótrúlegt að við skulum vera sitja undir þessu. En núna, talandi um orðið í borði, núna eru því ríkisstjórn. Af hverju í óskopunum og þú ert ekki fyrsti sjálfstæðismaðurinn sem kemur inn að Bjarni sagði þetta líka, Brynjar segir þetta hvert einasta skipti, þeir eru alltaf að tala um bara, já nú þurfum við bara að láta bara einstaklingin í friði. Gerist aldrei, hvað ætlum við að gera? Eða þið, ég er ekki í sjálfstæðismaður. Já, en hvað ætlum við að gera sem samfélag til þess að betra þetta og hvað ætlum þið að gera? Já, við erum að reyna. Hvernig er það að reyna? Það eru 2 ný ráðuneyti. Það var ég var að horfa á frelsi, ég var að niðurskurður og betrumbætingar og því bláar myndir út allt. 2 ný ráðuneyti strax bara daginn eftir. Ef að mælikvarðin á frelsi er fjöldi ráðuneyta, þá hefur rétt fyrir en það er ekki þannig. Og nei, það er ekki þar með sagt að það bákniðandilega stækki þó að þú fjölgir ráðuneytum. Hitt er annað mál að við höfum, og við erum ekkert saklaus á því í sjálfstæðisflokknum, ég tek minn skerf af því, við höfum verið of mikið í því að flækja líf fólks, hvort heldur þú ert atvinnurekandi eða launafólks, með reglugerðum eða lögum, í stað þess að vera einfaldaða. Og ég hef ítrekað reynt að benda mönnum að veikum mætti á hversu ömurlegur mælikvarði það er á til dæmis gæði þingsins þegar að menn hlaupa út á vori eins og frjálsir kálfar þegar að þingi lýkur og berja sér á brjóst og fjölmiðla menn berja síðan undir og taka undir og kynda undir þennan ömurlega mælikvarða. Það sem er reykja sig að því að já, þetta er búið að vera afkasta mikið þing. Við erum búin að samþykkja hér 179 lög og við erum búin að samþykkja 49 þingsalfylgjantilögur. Enginn spyr, hvað var í þessum lögum? Ég meina, hvað var í lögunum sem jók réttindi einstaklinga? Hvað var það í lögunum sem að gerði lífið bærilegra? Greiddi úr flækjum? Af því að hefur engin áhuga á því. Og svo er maður bara eins og hjárum á rödd. En þetta er hægt og bítandi, vonandi að síast inn. Einhverju ömurlegustu þing sem þú setur eru þetta afkasta mikil þing. Og það er þannig.
og ég hef sagt að því að ég nú sit ég algjörlega í súpunni að því leiti að vera formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins og ég hef sagt bæði í grín og alvöru við félaga minna í þingflokknum en líka við samstarfsaðila mína í ríkisstjórn. Ég líti á það sem hlutverk mitt að svona komi í veg fyrir að mál séu samþykkt. Sko, ég veit alveg að það eru mjög margir sem að heyra þetta og sko, ég með ákveðna kenningu sem var reynda bara dætt í hug núna en sko, pólitík orðin svo mikið þeater, það að segja sko, við erum miklu... Ég vondur leikari. Já, en sko, þú veist, ef þú bara tekur eftir því, við erum með, þú veist, eftir því sem álíður þá erum við myndalegra fólk í stjórnmálum, sérstaklega unga fólki sem að koma, það mjög myndalegt. Það ekki ástæðulausu, það því að sko, stjórnmál eru núna orðin svona Clinton stjórnmál, það sem að þú ert ekki að endilega leitast eftir góðum stjórnmálamanni, þú ert að leitast eftir einhver sem myndir fá þig bjór með, þú ert að leitast eftir einhver sem að sko, veitir þér vellíðan þegar þú sér þá og þar að leiðandi eru þeir einfaldari frasar sem að auka undir vellíðan, það meira svona mýmvæðing það sem þeir líður betur það sem stjórnmálamenn eru að segja og þetta ákveðin galli út af því að það að leiðandi líklegra að þeir sem eru mikið í kastljósinu og eru mikið að segja og mikið að gera þeir eru líklegri til að sko, vera minnistæðir þegar þú ferð í kjörklefan og þar að leiðandi ef þú ert stjórnmálamæður sem einmitt þú segir sem stjórnmálamæður sem mér hugnast sem að lítur bara einhvern veginn út mér alveg sama en sem einmitt ekki að gera mikið sem einmitt að reyna betur bæta líf mitt með því að láta mig í friði og það eitthvað sem að vantar mjög mikið í Íslands stjórnmál út af því að núna erum við með 63 þingmenn og eins og segi þeir verða myndalegri eftir því sem álíður Svo eru bara við gamlu kallarnir eftir af ofangreindum ástæðum en það líka samt, þá er það líka komið ákveðin hvata því þau geta ekki bara beitt sínum hvað ég að segja fallegu genum eða hvað sem hún vil kalla þetta þau geta ekki bara beitt því, þau verða líka að beita sig fyrir því að þau sé að gera eitthvað og því að þá líður þér betur þá líður eins og stjórnmálamæður sé að gera eitthvað og þar alveg þá er þau orðin myndliður í því að þú vilt komast að ákveðnu marki og þú getur ekki nema þau sé það Ég held að þetta sé að stærstan hluta rétt hjá þér það er að segja að svona ímyndaða stjórnmál hafa festa rætur en nú ætla ég að halda einu fram við í Sjálfstæðisflokknum erum ótrúlega gæfusöm þegar að þessu kemur myndarleika þá Já, ég meina þá hjá yngra fólkinu við látum nú gamlu kallana til hliðar vegna þess að ef ég bara fer í gegnum til dæmis þingflokk Sjálfstæðisflokksins það sem sitja ungir þingmenn Vilhjálmur Árnason Hildur Sverrisdóttir Diljá Mist Einarsdóttir Berglind Ósk Guðmundsdóttir Þórdís Kolbrún og Áslaug veistu hvað sameinar allt þetta fólk fyrir utan að vera gullmyndarlegt eða fjallmyndarlegt klár Já, þau eru eldklár og þau hafa hugmyndafræði þau byggja á hugmyndafræði og þau eru til að tala fyrir hugmyndafræði og það nýtt sko En treystur þeim til að láta mig í friði? Þessi öll sem ég taldi upp eru líklegri til þess að ná árangri í þeim efnum og þau brenna fyrir því að auka frelsi einstaklingsins og þau eru líklegri til að ná árangri í þeim efnum heldur en ég hef náð á undanförnum árum. Það er svo sért Ég hef óendanlega mikla trú á þessu fólki og þegar ég horfi á þau þá er engin þingflokkur, það er engin stjórnmálaflokkur sem hefur jafn hæfileikaríkt, glæsilegt fólk sem byggir á skýrum hugmyndafræðanlegum grunni og er tilbúið til að leggja á sig og brennur sko í hjartanu fyrir því að auka frelsi fólks og byggja hér út heilbrigt samfélag það sem við tökum hins vegar utanum þá sem standa höllum fæti byggja á hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins Nú mér þetta í huginn spurning út af því að þetta hljóma svolítið eins og þetta gefa keflið áfram hver verður næsti formaður Sjálfstæðisflokksins? Já,